Samstöðin fjölmiðill í eigu almennings. Já, komið sæl og velkomin aftur að Rauðaborðinu. Ég heiti María Lilja og hérna með góðan gest, Guðmundur Ingi Þóroddsson. Ég formaður afstöðu og fulltrúi Rósarinnar sem landsfélag Samfylkingarinnar. Vertu velkomin. Já, ég þetta formaður Rósarinnar líka. Þú líka formaður, þetta hérna double whammy, eins og sagt en þetta Rósin landsfélag jafnaðar fólks. Þannig ekki Samfylkingarinnar. Jafnaðar fólks, en við erum aðildarfélag og stofnaðilar Samfylkingunni og erum örugglega held ég næststæðsta aðildarfélag Samfylkingarinnar. Ég held að þetta hafi hérna svona kannski byrjum á þessu bara hvað í ósköpunum Rósin, að kannski kom mörgum spánst fyrir sjónir að sjá að Samfylkingin, það væru einhver aðildarfélög innan Samfylkingarinnar. Þetta kannski ekki venjulegt svona í hérna því sem við þekkjum í pólitísku umhverfi, að það séu svona félög innan félagsins. Nei, Samfylkingin auðvitað bara stofnuð í kringum fullt af öðrum félögum og Rósin svona ángi af því. Inn í öllu skipulagi flokksins eru aðildarfélög og aðildarfélögin hafa fulltrúa í raun og veru á öllum landsfundum sem eiga að kjósa og það fer bara eftir hvað félögin eru stór, hvað þau hafa marga fulltrúa og auðvitað, svo eru fulltrúar í flokksráði flokksins og fulltrúaráðinu og þannig að þetta alveg, einhvers staðar sá ég að þetta væri bara málfundafélag eins og hvert annað málfundafélag, það eru auðvitað bara langt í frá, sko. Þetta bara máttarstólpi í Samfylkingunni og það í raun og veru, ég veit alveg að það hafa margir viljað fækka félagunum, sérstaklega í Reykjavík. En það hefur ekki tekist. Það hefur verið reynt mjög oft að breyta þessu og margar góðar skoðanir á þessu og sumar gildar en sko það nú bara samt þannig að menn svolítið svona safna sér saman í ákveðna hópa eftir þeirra skoðunum, hvar þeim líður vel og passa inn. Við erum til dæmis stór hópur í Rósinni sem vorum svona ekki alveg kannski að passa inn annars staðar og fundum okkur stað í Rósinni sem var líka bara mjög jákvæð og vildi og tók okkur opnum örmum. Stundum vantar það í stjórnmálaöflum að þeir taki fólk opnum örmum. Fólk á sér oft erfitt uppdráttar og við höfum verið mjög ánað í Rósinni og erum mjög virk. Þetta mjög virkt félag. Þar að segja sko við höfum verið erum alltaf með reglulega fundi, stjórnin mjög virk. Við höfum verið að skipuleggja svokallaða súpufundi sem við höfum haldið mjög oft en það þá gert í raun og veru í samráði með öðrum svona aðildarfélögum eins og Alþýðuflokksfélagin Reykjavík og Þjóðvaka og þannig að við höfum svona tekið okkur saman og verið að ræða eitt og eitt málefni og þá koma félagar úr þessum félögum eða jafnvel öðrum félögum líka og til að taka þátt í þeirri umræðu sko. Þannig að það mikil og góð starfsemi í þessum félögum og mikil reynsla. Já, þetta þetta, ég meina, það má með sanni segja að Samfylkingin sé breiðfylking einfaldlega vegna þess að það vel passað upp á svona alla hópa innan. Já, algjörlega, en við höfum alltaf séð svolítið undanfarið að það hafa verið svona merki þess eða svona fólk hefur verið að tala að það skilji ekki öll þessi félög og vilji fækka þeim og ég get alveg skilið sumt að því. Það hafa verið gerðið tilraunir til að fækka þessu litlu minni aðildarfélögum kannski saman, þannig að séu kannski 2 félög stór í Reykjavík sem að mér finnst sjálfum allt í lagi. En það svona, ég meina það eru misjafnar skoðanir og fólk á að geta verið með ýmsar skoðanir í stjórnmálaflokki. Við erum kannski ekki alveg sammála öllu sem að gerast. Og nú til dæmis kannski Rósin svona frekar á vinstri kantinum í Samfylkingunni og þannig að við erum kannski ekki alltaf sammála öðrum og viljum svona kannski geta komið okkar skilaboðum á framfæri. Það hefur verið regla í Rósinni að við höfum ekki verið til dæmis að álykta eitt eða neitt málefni Samfylkingarinnar.
En nú eru bara ótrúlegu tímar og þannig að það er aldrei að vita hvað gerist. Það er allavega spennandi tímar framundan. Og það sem að gerist í rauninni núna helgina er að, það er sagt frá því í fjölmiðlum að Rósin sendi frá sér tilkynningu þess að lesa að ætla svona að kljúfa sig frá flokknum í sveitarstjórnarkosningunum hér á höfuðborgarsvæðinu eða bara í Reykjavík. Já, sko við sendum í raun og veru bara erindi á formann fulltrúaráðsins og formann flokksins eða stjórnflokksins það að Rósin, stjórnarrósarinnar hefur sagt sig úr fulltrúaráðinu og fulltrúaráðið er í raun og veru bara samráðsvettvangur félaganna í Reykjavík til að koma sér saman kosningar, ekkert annað, hefur ekkert annað að segja. Rósin er bara sjálfstætt félag og er með sjálfstæða stjórn og fullt af félögum, alveg eins og ég segi áðan, alveg mörg hundruð félaga eða hátt í 1000, ég er ekki alveg með töluna, en við erum ekki að kljúfa okkur úr flokknum. Við erum ekki að segja okkur úr flokknum. Við erum jafnaðarfólk og verðum alltaf jafnaðarfólk. En hins vegar ákvað stjórnin að segja sig úr fulltrúaráðinu og hefur fullt leyfi til að gera það og ekkert sem mæli gegn því og þannig að það er alveg ljóst að kosningarnar eða framboðsmál Samfylkingarnar í Reykjavík verða með öðru sniði þetta árið. Hvernig það verður er bara verið að vinna í núna. Við erum opin fyrir öllu. Við höfum fengið í raun og veru ótrúlega góð viðbrögð við þessu. Í fyrsta lagi átti þetta ekki að fara út helgina. Þetta bara lag út einhvern veginn og við vorum alveg svona svolítið óviðbúin þessu því að þetta átti að fara út í dag. Já. En öll helgin fór svolítið í þetta og ég kom með svolítið sigg á eyra, sko, ég hef aldrei talað svona mikið í síma, ekki einu sinni núna fyrir kosningavalið eða sem sagt, og þannig að sko það kom mér á óvart hvað við erum að fá jákvæð viðbrögð. Alls staðar í flokknum eru jákvæð viðbrögð. Ég reyndar veit alveg á óánægðum röddum og ég frétt alveg af þeim hér og þar, en allt sem snýr á okkur, stuðningsyfirlýsingar, hvort sem þau eru að koma á skilaboðum í Facebook eða í símtölum til okkar, þetta er ótrúlega góður og öflugur stuðningur og ég bjóst ekki við honum og ég var stundum að hugsa núna helgina bara sko, ef allir þessir hefðu kosið mig skilur nei, bara hvort þetta hafi verið fólk sem kaus mig eða hvort það hafi sé að bætast við veit ég ekki, en ég veit bara að það eru fólk sem hefur skengt mjög háttsettum trúnaðarstörfum fyrir Samfylkinguna á öllum stigum og hvort sem það eru ráðherrar eða aðrir sem hafa lýst yfir stuðningi við okkur og ætla að fylgja okkur hvað sem við gerum sko, þau eru að elta málefnin og það er það sem við stöndum fyrir félagshyggjumál og við höfum haldið okkur við þau mál. Við erum ekki að hafna þeim málum eins og lítur út fyrir það sé verið að gera, svolítið hjá Samfylkingunni og þannig að við ætlum að standa við þau mál. Það er alveg að máli segja það að það er óheppilegt að þetta snúist mig vegna þess að ég vildi aldrei... Þig og Pétur Marteinsson svolítið, virðist vera. Þetta er svona, það er svona svolítið eins og Rósin sé að hafna honum. Nei, við erum ekkert, þetta er svolítið furðulegt, því að við, stjórn Rósin er að standa með sínum manni sem að vill hann til að ég. Er þú, já. Og ég vildi alls ekki endilega fara í þessa leið og hef verið svona, að því ég er maður sátta, ég er ekki stríðsmaður og vill frið og ég vill gera hlutina almennilega og ég hef verið mjög þolinmóður en það má ekki gleyma því að það hefur verið það hefur ýmislegt gerst í mínum málum í framboðsmálum hjá flokknum og ég hef reynt að vera þolinmóður og bara stutt flokkinn og reynt að fá fólk til að halda sig í honum Ertu sár út í félagaðina í Samfylkingunni fyrir, ég meina, þér var hafnað ef við bara segjum hlutin eins og þeir eru? Ég veit ekki hvernig ég á að svara þessu. Málið er að í fyrsta lagi var bara kosningabarátta og hún var bara öflug og góð og þau sem voru valin er bara mjög flott og fínt fólk og hæft og ég er örugglega fyrir að gera flotta hluti. Þau söfnuðu betur
smöluðu betur og þau bara eiga það þau unnu og þetta lýðræði og ég ekki sári við því, alls ekki. Og ég bara eins og ég ég fekk kannski smá fílu en það yfirleitt í korter eða eina kvöldstund og svo var ég bara góðu daginn eftir. En svo fara bara af stað hlutir sem að í raun og veru allir héldu væri bara gefnir vegna þess að hinga til og fulltrúaráði hefur nú verið einmitt svolítið að það þarf að halda í hefðir, það þarf að vera gera allt eins og það hefur verið gert alla tíð og fara eftir óskrifuðum reglum og sú sem í 7. sæti í dag til dæmis í borgarstjórn og hún fekk 7. sæti, hún var kosin í 7. sæti og fekk að halda því og hún samt með meir en helmingi færri atkvæði en ég fekk í dag, skilur. Nei, í þessu, og þannig að það var svona, í raun og veru var að vera að hafna hátt í 2000 kjósendum. Það niðurlæging og það vanvirðing við kjósendur og fólk í flokknum. Ég held að megi segja að þetta sé mikið reynsluleysi hjá uppstillingarnefnd því að þó að formaðurinn sé öll vanur þar og frábær manneskja að þá eru þarna líka aðilar sem eru óvanir og þú gengur ekki fram hjá formanni næstasta aðildafélags með hátt í 2000 atkvæði félagsmann. Það bara einhvern veginn ekki sem ekki var hægt að setja sig við. Ég ekki sár eða í fílu. Ég vildi ekki fara þessa leið til dæmis en ég skrifaði undir hana með stjórninni þannig að það væri einhugur hana. Af því ég vissi að þetta ætti kannski svolítið eftir að snúast meir mig heldur en málefnin og það kannski ekki það sem ég vildi. Það hafi í rauninni verið bara svolítið að taka lokið af sjóðandi pottinum. Þetta er einhver svona núansar sem hafa bara komið upp kannski í síðustu skipti, ég meina í síðustu 2 skipti. Já, en það eru samt alveg mjög mörg önnur mál sem við hefum getað nota til að draga okkur tilbaka og setta á oddinn og hafa það þó málefnalega, varðandi málefni. En stjórnin var bara einhuga það að þetta væri ekki hægt svona og það þyrfti að sýna það hvernig flokkurinn fer með einstaklinga, og En hvað ætlið að gera? Þú segir að það er svona margt í vinnslu og voru kannski ekki alveg búin undir að fara fram með þetta Nei, við vorum ekki tilbúinir undir neitt En hvað eru þið að hugsa? Einhverjir nefndi vor til vinstri og einhverjir hafa nefnt Pírata í þessu samhengi og aðrir hafa bara hreinlega talað bara það er ekkert marga vinstra fólk, það er alltaf einhverju óeiningu þannig að þú veist, það er talað um þetta Já, fyrst að segja að það er engin eining hjá rósarfólki, engin, þar er bara eining og hún, svo eining gengur langt fram fyrir rósina, svo bara hefur komið mér verulega óvart. Það er allt opið og ég hef sagt það bara beint í fjölmiðla að það er alveg möguleiki á því að við bjóðum fram sjálf, bara undir eigin nafni. Við getum gert það núna eða þá að undirbúa það betur og bjóða fram undir eigin nafni fyrir þingkosningarnar næst. Það er líka möguleiki í stöðunni. Við getum líka farið fram og boðið með öðrum framboðum í bandalagi og ég get alveg sagt að það eru búið að vera viðræður alla helgina og eru í dag og verða fram á kvöld. Það er bara það er mikill áhugi. Það hafa mjög margir haft saman við okkur og það eru alls konar mál í stöðunni sem er mjög gaman og ég átti bara ekki von á því, ég var bara að segja eins og er. Síðan er náttúrulega alltaf síðasti möguleikin að gera ekki neitt og það er alltaf líka möguleiki. Ég meina við viljum bara okkar málefni verða á dagskrá. Og ykkar fulltrúi sé svona partur af... Já, ég meina við höfum bara staðið við það að fólk með reynslu þurfi að koma að ákvörðunartöku. Við viljum ekki, ég meina, auðvitað er listin eins og hann er settur upp núna hjá Samfylkingunni er náttúrulega svolítið svona... þetta er svona... Það er svolítið til hægri, við erum bara að setja. En ekki bara það, þetta er svolítið einsleitur hóp og svona meginströms fólk og kannski er það bara það sem stjórnin vill, ég veit það ekki og þá passa ég náttúrulega ekki inn í þann hóp. En
Veist, ég vona bara að flokkurinn sé ekki að fara að setja meira af fínu fólki skilur í næstu sæti og eftir. Ég meina, veist, við þurfum fólk með reynslu sem höfða til breiðs hóps af fólki. Fólk vill það. Ég meina, sko, þegar þú ert borgari hér í borginni og átt börn og annað, þá er það bara þannig að sá sem er kosinn í borgarstjórn, hann mun þurfa að taka ákvarðanir sem hefur áhrif á þitt líf og þín börn. Og þegar við erum að sjá það, að börn eru að falla milli kerfa, þau eru að deyja, það eru fólk, það er ekki tekið nógu vel á varðandi ungmenni með fjölþættan vanda, það er ekki tekið nógu vel á fólki með vímuefnavanda eða tvígreiningar eða bara heimilislausum, það er svo margt að sem við þurfum að grípa. Við þurfum að grípa þetta fólk. Þarna, ég meina þetta fólk sem er í borgarstjórn þarf að taka ákvarðanir og það getur kostað gífurlega skaða ef að rangar ákvarðanir eru teknar. Þannig að við þurfum fólk með þessa reynslu og þess vegna er ég að reyna að tróða mér áfram í þessu vegna þess að ég er að vinna við þetta alla daga. Ég er að reyna, við erum að reyna að slökkva elda alla daga og við erum að lenda á veggjum hjá borginni. Það verður bara að segjast þess og það er mjög margt að og við viljum fá okkar rödd þar inn og þess vegna er ég og Rósin að berjast í þessu. En, já. Já. Hvernig svona sérðu fyrir þér framhaldi? Hver er svona óskastaðan? Er það svona sjálfstætt framboð eða er það samvinnu svona framboð með einhverjum öðrum vinstri flokkum? Jafnvel, ég meina miðjuflokkum eða hægri eða bara hreinlega sættir við Samfylkingu? Sko, okkar óskastaða bara að þessi málefni komist áfram og að það eru margir flokkar með slagorð ekkert okkar án okkar og þetta þarf svolítið að vera virt. Við getum ekki verið í flokki þar sem að allt okkur en alls ekki nálægt okkur, skilur, þetta er svolítið eins og með kaffistofunar, skilur, á Grensvegi, sko, en sko, já, ég meina, við erum opið fyrir öllu og okkur líst vel á þau samtöl sem eru í gangi. Getur eitthvað sagt okkur hvaða samtöl það eru? Nei, ég get það ekki á þessari stundu, sko, en sko, þau eru að alvöru og það eru fyrirhugaðir margir fundir og ég hugsa að þetta verður bara mjög skemmtilegu tímabil sem er að koma. Við viljum sjá öfluga vinstri væng í baráttunni. En sko, þú spurðir sættir við Samfylkinguna, ég er ekkert ósáttur við Samfylkinguna þannig, skilur. Og ég meina, og við verðum alltaf hluta af Samfylkingunni og við erum það og það er ekkert hægt að breyta því. Ég meina, Samfylkingin skýtur ekkert henda okkur út eða ákveðið að Rósin verði einhvern veginn öðruvísi, sko, þú veist. En það er bara samt þannig að það hefur ekki verið neitt samtal og þegar það er ekkert samtal þá gerast hlutir eins og þessir. Og þess vegna tala ég oft reynsluleysi líka, sko. En í Samfylkingunni er frjálst í Reykjavík, fulltrúaráðinu er frjálst að heyra í okkur og mynda bandalag með okkur. En það verður þá bara allt öðrum nótum heldur en, skilurðu, veist. Á ykkar forsendum þá? Já, ég meina bara í samvinnuverkefni. En það er bara eins samtal og við eigum við aðra, sko. Akkurat. Hvernig að því að nú er svona fyrir fólk sem kannski stendur utan Samfylkingunnar en fylgist með henni og ber jafnvel taugar til hennar, þá hefur svona aðrir virðist, það hefur verið þessi svolítið svona hægri bylgja innan Samfylkingarinnar og þú talar að Rósin sé svolítið svona vinstra megin. Er Samfylkingin kannski orðin bara hægri flokkur og það er bara ekki pláss fyrir svona vinstri félagshyggju hugsjón þar inni lengur? Ég held að Samfylkingin verði nú aldrei hægri flokkur en við sjáum alveg þess merki að það er svona hægri síða að gerast þarna. En sko, og það er bara hlutur sem að fer og kemur og en við ætlum bara að standa okkar plikt þarna og reyna að minna á skyldur okkar og þessi málefni. Ég meina það eru mörg málefni sem má alveg minna á. Við ætlum ekki að segja bara samþykkja allt sem að foringi segir, sko. Við viljum hafa rödd og viljum geta bent á að við erum ekki að fara að byggja barnafangilsi eða slíkt, sko. Það er bara, við viljum geta átt rödd í því.
Þannig að ég bara, eins og segi, ég kannski bara komið tíma að fá smá útskýringar hjá stjórninni, hvað hún ætlar að gera, skilur, almennilega. Já, akkurat. Guðmundur Ingi Þórðarson, þakka kærlega fyrir að koma hérna og svona, svona spá og spekuljóra í framleiðinu með mér og ég bara vona að ykkur vegnist sem best í rósinni og hlakka til að fylgjast með ykkur í framleiðinu. Takk. Og þá gefum við það meira hér handa við auglýsingar. Ódýr og öflugur miðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir alla raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.